Já, ágætu Eyjamenn, gaman að vera komin hérna. Ég að segja við ykkur að ég skrifaði Herdísarvíkursögu, kindarsögu meðan á. Ég að segja frá villifé. Það langar að segja mikið frá fénu hérna í Vestmannaeyjum og við komum í samband við kindakallana fyrir Kindarsögu 2. En málið það, ég svona menn eru vanir útigangi á fé hérna. Og ég svolítið að segja frá útigangsfé sem bæði í Tálkna og líka í hérna á Núpsstað. En munurinn kannski á útigang hér og annar staðar er þá að menn rýja kindurnar hér, menn svona fylgjast aðeins með þessu og það er einhverja nýtjarn að því. Þannig að þetta er svona svolítið öðruvísi heldur en útigangsfé sem til þess að ég var að fjalla í Tálkna, það er ekki í Tálkna og á Núpsstað. Sá sem skrifar með mér heitir Aðalsteinn Einarsson, frá Kaldaðarnes í Flóa, svokallaður hreppamaður. Og við vorum að skrifa það sem það verið að gera, við vorum að skrifa mikið svona þjóðlegur fróðleik þegar að skrifa forystu fé, forystu flekka því að þjóðin er svolítið í sveitinni í sálinni sterk og við höfum alltaf selt af villæra bókum og öllum með safnagálu sögum. Við fórum að velta þessu fyrir okkur, hvort við gefa aðsett, við vorum að vinna í þessu, við höfum verið að vinna í þessu árið, hvort það ættum ekki bara að semja nýja sögur. Við fórum eitthvað að velta fyrir okkur, það er Herdísarvíkursurla, það er villifé í Tálkna, hvað er verið fjallað um? Ég ólst að hluta til upp svona stóra hluta ári hérna upp á Heklubæðum alltaf. Þá var sagnaskemmtun mjög rík. Og sagnaskemmtun byggðist á því að segja tófusögur og kindasögur, svona smalasögur. Mjög skemmtileg svona hefð sem er hefð svona heiðri af töðu. Mér finnst alltaf mjög skemmtilegt og við erum í sjálf sem menn að tala sem nýstafleg bók og við erum í sjálf sem mjög gamaldags. Formið en þess að þetta eru bara svona sögur og sagnir þess að sauðasamfélög svona efri byggðir eru svona öðruvísi heldur en námyndisegnir. Þegar ég bjó í Landeyjunum og talaði ekki saman og gegn lögmenn deilur eða menn þurfti ekki eiga þessi samskipti í þessi smalamennsku eins og var einhver Fljótshlíð og annars staðar það var bara völdum mannast svona öðruvísi samfélög. Þannig að sauðkindin er svona hefur oft verið svona félagslegt afl svolítið út í einn dreifðu byggð. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur stuttan kafla hérna í kaflanum Herdísarvíkursögu. Kaflan er yfirlýsing gaumgæfilega Guðna Olsson þegar hann hafði sjálfur farið á R-leið bíl sem var mestur nr. 6 úr Árnessýslu, X6 með pappa sínum og hitt fyrir King Johnson, þetta bjór, en svolítið að hér. Og þannig var að hún hélt 300 kindur í útigöngu sem gengur sjálfar alltaf við. Hún var ekkja, hún hafði búið með einhvern og tekið hann að sér, en hún bjóð þarna eitthvað langt töluvert fram á 7. áratug, en það þurfti að fara fram fjarskipti. Og þá var Herdísarvíkursögla, hún var svolítið fíl. Herdísarvíkursögla er svona svolítið tákn, kannski fyrir Þrautsegjur sauðkindarinnar og kannski Þrautsegjur Íslendingasins. Þegar hér var komið sögur, hélt King Johnson 300 kindur í Herdísarvík sem gengur sjálfbáða það allt árið. Erfitt reyndist að smala Herdísarvíkurfénu haustið 1951 því það var vant útigöngu og vantaði allmargar kindur eftir fyrstu smölum. Síðla haust var gerður út leiðangur til að ná fénu sem eftir var og gekk þá nokkuð greiðlega. Allt féð náðist nema einsförs dagir og lambið hennar. Veturinn 1951-1952 var frekar snjóþungur. Hugðu menn þá gott í glóðarinnar að ná surtlu því vel ætti að sjást í svartar kindar á hvítri hjarnbreiðinni. Veturinn var því farið sérstakur leiðangur til að handsama hana. Ekki tókst það fremur en áður, en þó náðist lambi í þessari ferð með hjálp hunda. Í þann leiðangur, á útmánum var þess enn freistað að ná surtlu. Í þann leiðangur fór Sæmundur Eyjólfsson bóndi á Þurá í Ölfusi við annan mann. Þá viðureign sagði hann í viðtali við Morgunblaðið. Við fötum hana og ég vildi setja hundinn strax á hana. Ég var viss að það væri eina leiðin til að ná henni. Sá sem var með mér vildi ekki fara þannig að henni strax. Ekki hefði surtla lengi haft ýtniskjum okkur þegar hún tók og sprett undan okkur og það get ég svarið að aldrei hef ég séð neina skemmtun hlaupa eins og hana. Hún hreinlega kom tæpast við jörðina og víst að það þurfti fótfróan mann til að fylgja henni eftir. Við misstum surtlu í þetta skiptið. Sumarið 1952 var allt gert til að ná surtlu lifandi að dauðri. Enda styttist nóðum í að nýtt fé frá útsýktu landsbundum yrði flytt á svæðið. Gekk það svo langt að fengið var meistaraskipta frá varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli til að reyna að skjóta á hana. Lá skotmaðurinn við í tjaldi í fjallendinu ofan við Herdísarvík og beið færis, en allt kom fyrir ekki.
Sagan segir að hann hef ekki hleypt af einu einasta skoti í hálfa mánuð því aldrei komst hann í færi við hinna ljónstyggu og fótfráu surtlu. Að hálfu mánuði liðnum á hann að hafa skotið á vörðu, svona til að sjá hvort vopnin virkuðu ekki. En í sömu mund skaut sturla fram undan vörðunni og var óðar á horfinn sjónum. Þá gafst bandaríski byssumöðurinn og frábað sér frekari viðskipti við íslenskt sauðfé. Svo verið að lýsa þessu hérna þessum víðregnum framhaldinu. Það var að skjóta hana og svona, þetta var svolítið merkilegt hérna í framhaldinu að það voru hérna Kristgeirssyni kallað Hjalti Kristgeirsson og fleiri þessum sinni Kristgeirsson okkur sem bjó lengi í Norðuráttan í Borgarfirði, bjó lengi í Lundaríkjardal, bjó lengi í Árnessýslu. Þeim fóru að ná surtur og þetta var náni lifandi en það var búið að setja fé henni til höfuðs. Það verið 9 lánsverk, það var 2000 krónur. Það átti að ná henni lifandi eða dauði. Svo voru aðrir sem ætluðu að skjóta hana og hún var skotin. Þarna var barátta milli tveggja hópa, annars vegar þeirra sem voru að ná henni lifandi og þeirra sem skutu hana. Og þessi Kristgeirssynir voru bræður Gríms Kristgeirssonar sem var bróðir Ólafs Ragnar Grímssonar, Grímur Rakar á Ísafirði. Þannig að þetta voru bræður Gríms þessa, frændur Ólafs sem skrifuðu þetta. Og einn bræðranna, Jón Kristgeirsson, skrifaði langa frásögn af viðureigninni í tímann þann 4. september og lýsir þeirri sjón á þessari leið sem þetta mætti honum. Þarna stóð hún, hinn ofsótta, stórt og hrein, bar höfuðið hátt, grafkýr eins og steingervingur. Ein af skaparans meistaramyndum, mátturinn grýttur í hold og blóð. Svona skrifuðu menn í blöð í þá tíð. Nú tók það æsilurættingaringur í Hendisvíkurhrauni og Jón Kristgeirsson segir svo frá, bar þá að 4 vopnaða menn neðan frá undirlendinu, 3 úr Reykjavík og 1 úr Sandgerði í Hygg. Fyllast þeir vígmóði þeir sjá hana. Einn var svo óðfús að skjóta að hann gáir þess ekki að hann miðar á ána, þá hefur hann Hákon líka í sigtinu. Hallgrímur bendur honum á þetta og býður hann blessa að hann skjóta ekki bróður sinn. Jón allmikið niðri fyrir honum þegar lýsir síðustu andtökum Hertesvíkursurtlu og hann skrifar svo: Hákon hrópar upp og býður þess að ærin sé ekki skotin. En orð hans báru sama árangur og orð Snorra forðum hann sagði: Eigi skal höggva, þegar öxi böðungsins var reittað hálsi hans. Skotin gulluðu hvert á öðru. Loks tók Sigurgeiri Stefánsson og Reykjavík að fella hann í 3. skoti sínu. Var það eina skotið sem hæfði hana sem betur fór. Alveg eins og Snorri, mestaskót Íslands allra alda fellur öxinni, þannig námu einstæðingurinn, dæmdi útlæginn, svarta sauðkindin sem frægust hefur orðið allra íslenskra sauða fallin í valinn fyrir kúlinni. Ég harma það að skapadægur hennar urðu þessa stund og mér þykir miður að ég skyldi hafa þátt í þessum örlögum hennar enda þótt það hafi orðið án vilja míns. Og þetta svolítið skemmtilegt að þetta svona bræður, föðurbræður Ólafs Ragnar sem skrifa þetta. En svo var það skotmaður Sigurgeir Stefánsson, brísti varna í Tímanum 12. september og því skrifuðu með gjarnan í Tíman. Og það var þá mágur hans, Sigurgeirs, sem var það nóg þessa mikla tilfinningahita sem kom í umræðuna. Þetta var svona eins og oft á tíðum það grípur eitthvað æði í landsmenn, menn bara með eitthvað í heilanum. Það eru hundur eða köttur eða eitthvað svona, menn svona, það er ákveðin svona fyrring sem svona meira kannski í nútímanum heldur en kannski á þessum tíma. Og honum var svo nóg og þannig að það kom honum til bjargar hjálpar þegar þetta stílaði, þetta var svo meiklaður stílinn. Ég fréttaði ekki fyrir síðan að sá sem hjálpaði Sigurgeir að skrifa svarbréfið, það var maður sem var tengdur forsetunum, bara sjálfur forsetinn sem síðan var, Kristján Eldjárn. Þannig að menn voru svo rítilögum og svo harðar og menn vönduðu sér svo að öðru sér svona endur bloggtektar tíman. Þannig að Sigurgeir Stefánsson skrifa svo með hjálp Kristjáns Eldjárns sem ég ætla að lesa að loka orðum mínu hérna. En bókinni hérna svo til sölu og eftir öllum aðrum í áritana og það er svona gaman að segja að ég er svolítið gaman að bókin selst ágætlega. Þetta er mjög vinsælt vegna þess að við höfum svolítið gaman að þessum gamla sagnaðar okkar og þetta er eitthvað sem hefur lifað með þjóðinu eitthvað sem ykkur finnst að kannist öll við Hertesvíkursurtlu. Það er ein kynslóðin sem ég hafa aldrei heyrt á hann minnst. Þetta er svona svolítið þetta er nú það fullt af öðrum svona þáttum sem við erum með hérna til viðbótar. En svo skrifa Sigurgeir, skotmaðurinn, þegar hann svara þessum mikla og hátilbraða texta Jóns Kristgeirssonar að skrifa svo: Dauði þessar kindar
í eðli sínu engum frábrugðin dauðdaga allra þeirra tugþúsunda sem orðið hefur að fella til að reyna að tryggja framtíð sauðfjárbúskapar með heilbrigðu fjó Íslandi. Þó falli surtlu sé líkt við víg Snorra Sturlusonar, þá ber ég ekki kynróða fyrir því. Skoði maður þetta í heilbrigðu ljósi, var mannúðin ólíkt meira að skjóta skepnuna hreinlega en elta hana klukkstundum saman þar til hún loks hnígur að lokum niður af mæði og þreytu. Og það sem ég segi hérna að þeir skrifu hvor sína greinina og þessi örlög Surtlu virðist hafa náð að fanga ímyndunar þjóðina og vekja gríðarlega tilfinningar. Aðrir lítur raunsætt að mála vöxtu og þetta er svona skemmtilegt að við erum að lýsa svona í bókinni koma svona sauðfjársjúkdómar mjög mikið við sögu og svona baráttan við að fella því að gera og við erum svona líka þetta mikið sögur á Suðurlandinu og ég stefni að koma hérna til vormánuðum og skrifa hérna aðeins fjárbúskapinn í Vestmannaeyjum sem þetta er skemmtilegt svona svolítið samofin svona menningu og sögu þessar eyjar hérna. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag, takk fyrir mig. Fáum okkur þá kaffi og klukkan 14:30 þá komum Bergmann með sinni nýja bók sína og síðan eru bækurnar hérna til sölu og loknum kannski dyrnar